Næsti leikur KA var gegn IBK á KA-vellinum. Honum lauk með 2-1 sigri KA og mörk KA skoruðu þeir Valgeir Barðarsson og Erlingur Kristjánsson, en Einar Ásbjörn Ólafsson skoraði mark IBK. Já, þetta var, þarna komst Ragnar þarna inn fyrir og þetta var mjög vel varið hjá markmanni KA. En mér sýnir sem svo að Ragnar sé í mjög góðu formu þessa dagana og á örugglega eftir að verða mjög skeinuhættur vörnum liðana í sumar. Ég vona því. Nú, hér eru Keflvíkingar í sókninni og það er ekki liðnar nema 16 mínútur af leiknum þegar Gestur Gylfason sendir boltann hér fyrir markið og þar var Einar Ásbjörn Ólafsson sem lék með frömmurum í fyrra sem skallaði boltann í netið. Sjáum þetta aftur. Boltinn slapp inn fyrir línuna. Haukur hálfver þetta skot en missir boltann inn fyrir línuna og staðan þar með 1-0 í þessum leik KA og IBK. 16 mínútur liðnar. Nú, KA-menn voru heldur hættulegri í þessum leik og hér bjargar Þorsteinn Bjarnason markvörður með langri spyrnu fram völlinn. Það virðist nú verið svo að menn voru að spá KA-mönnum slæmu gengi en núna hafa þeir unnið báða sína fyrstu leiki. Þannig að ég vona því að þeir eigi eftir að koma enn frekar óvart og gera mörgum liðunum skráveif og jafnvel vera í efri hluta deildarinnar. Maður veit aldrei. Þetta eru allt ungir og leiknir leikmenn og síðan er Guðjón þjálfari þeirra. Hann virðist koma með rétt og mikið skapi í þetta þannig að baráttan er fyrir hendi og það er góð leið til sigurselni. Og hér eiga KA-menn aukaspyrnu. Jón Kristjánsson skallar fyrir markið og þar er bróðir hans Erlingur sem að skallar boltann í netið og jafnar þar með leikinn. Nú, Jón Kristjánsson er nú þekktari úr handboltanum. Hann lék með Val í vetur og var með þeim Íslandsmeistari, stjórnaði spilið þeirra eins og herforingi og vakti athygli. Þeir eru þarna aftarsbræðirnir, Jón og Erlingur og gera KA-vörnina mjög sterka. Og Erlingur myndi ég segja, sterkasti skallamaður landsins og við sjáum það þarna að hann tekur og hamrar hann í netið. Og þeir eru ekki auðveldir við að eiga þarna aftast þessir hávöxnu menn og með góðan stökkkraft. Það er erfitt að spila á móti þeim. Nú, þetta mark þótti okkur svo gott að við sýndum það tvisvarsinnum hægt. Og hér er Ragnar Margeirsson kominn á fleygiferð, sendir boltann upp í hornið. Og hér kemur sending fyrir markið. Það var Jón Sveinsson sem gaf hana og þar er Óli Þór í góðu færi og skallar boltann í netið en Óli Olsen dómari dæmir á þetta aukaspyrnu. Það er erfitt kannski að sjá þetta á þessum myndum en Óli Þór er greinilega alveg á öðru máli heldur en Óli Olsen. Guðni, hvað finnst þér þetta? Já, ég veit það ekki. Það er nú mitt mat að í svona baráttu milli tveggja sterkra manna að þá sé þetta löglegt mark. Þarna sáum við Einar Ásbjörn Ólafsson eiga skot í slá. Þetta er í síðari hálfleik. Sjáum þetta hér aftur. Já, Guðni, ég ætla að gefa tækifæri til þess að... Eins og ég var að segja áðan að það er alltaf einhverjum pústrar og hrindingar og það er síðan náttúrulega eins og við varum að tala áðan matsatriði hvað má leyfa og hvenær á að dæma brot. En þetta fannst mér ekki gefa tilefni til aukaspyrnu. Nú KA-menn eru hér með hornspyrnu í síðari hálfleik. Það er eins og við sagði Guðni, þeir hafa komið mjög sterkir til leiks í þessu Íslandsmóti, allavega í fyrstu leikjunum. Hér er Gauti Laxdal með hornspyrnu, en Keflvíkingar hreinsa frá marki. Ragnar Margeirsson skallar hann áfram. Óli Þór er í baráttu þarna. Og Gauti Laxdal er hér með boltann, en missir hann. Við tökum eftir því að baráttan er geysileg. Já, ekki síðri hjá Keflvíkingum. Og Gautin er hér með boltanum. Sendir á Þorvald Örlygsson og hann er með skot, rétt fram hjá markinu. Vel gert hjá Þorvaldi þarna. Já, Þorvaldur er einn af ungum leikmönnum sem er að verða betri og betri og sjáum þarna hvað hann tekur boltan laglega fram hjá og er með gott skot. Það var menn hér með
Hotspyrnuna en eina og Erlingur skallar boltann fyrir markið og þar kemur Valgeir Barðarsson, skagamaðurinn gamli og þrumaði boltanum í markið upp úr þessari þvögu og KA-menn hafa þar með skorað sitt annað mark í leiknum, staðan 2-1. Já, þarna eins og áður nefnt að þarna kemur Erlingur á fleygiferð og skallar hann að marki. Það hægara sagt en gert en að stöðva þennan fleka í þessari hæð og þeir fá mark út úr þessu. Valgeir þarna snöggur að sjá færið, potur honum inn. Undir Þorstein sýnist mér og þar með annað mark KA í þessum leik staðreynd. 2-1 fyrir KA. Keflvíkingar reyndu hvað þeir gátu til þess að jafna þennan leik og það munaði ekki miklu en við tækist það. Hér Óli Þór í baráttu, mikill baráttu hundur hann Óli og erfitt að ná á honum boltanum oft á tíðum. Já, ég þekki það, hann alveg tjóðraði við jörðina og heldur mönnum vel frá sér þannig að það oft mikil barátta að reyna að ná boltanum á honum. Nú hér fær Antoni Karl, KA-maður og fyrir félagið Þingvöðni úr Val fær þarna gula spjaldið fyrir þetta að hindra Pítur Farrell. Já, hann virðist hafa fengið þarna tækifærið hjá KA og hann kannski það að þótt að hann sé þetta góður leikmaður þá fékk hann lítið sénsinn hjá Val og þarna fær hann langt þó tækifæri til að leika. Og hér Ragnar Margeirsson með boltann, sendir hann tilbaka á Jóhann Magnússon og hann þrumaði þarna markinu og þetta var síðasta færið í þessum leik. Við skulum fá að sjá þetta skot Jóhanns endursýn. Ragnar leggur boltann vel út á Jóhann hér og hann þrumar honum á markið og Haukur Bragason varði þetta skot glæsilega. En þessum leik lauk sem sagt með sigri KA